Hvað drífið þið áfram í þessu? Er það alltaf heimsleikarnir eða? Já, það var bara að hugsa heimsleikana. Leið og mig vantar eitthvað svona motivation, þá hugsa ég bara ok, hvað eru hinir að gera? Eru þær núna að slaka á? Nei, þá ert þú ekki heldur að fara að slaka á. Það er eiginlega bara það sem að drífa mann svolítið áfram og líka bara sjá bætingar hjá manni. Prófa að skoða kannski, ok, ég ætla aðeins að skoða keppnina þegar ég keppti 2014. Þá sé ég bara, vá, ég er búin að bæta mig svona mikið, ég ætla að halda þessu áfram. Nú getur maður ekki sleppt í að minnast á, þú hefur verið í kjörstöðu til þess að klára heimsleikana. Síðasti dagurinn hann, hvort það var 2015, Já, pegboardið og þetta, skilur. Hvernig getur þú lýst í einhvern veginn eftir þegar pegboardið þá, ok, þá ertu í einhver ákveðinni stöðu, fæstar geta klárað og svona, en eftir það verður bara, maður getur ekki kallað hana, heldur bara hálfgerð meltdown. Já, það klikkaði bara eitthvað í hausnum. Ég reyndi í þessar, ég man ekki hvað timecapið var, 6 mínútur eða hvað sem það var, að klifra upp inn á vegg. Eyddi allir orkunum minni í það því ég vildi ná einum. Hérna er algjör klaufi, ég fæ gat á hausinn á meðan ég er að gera það, verð bara pirruð og svo vissi ég að næsta æfing væri mín æfing. Það er þessar handstand push-up og svo fer ég í þær og klikka á fyrstu, klikka á númer 2, klikka á númer 3. Allt í einu bara gafst ég bara upp. Hvað gerist þú klikkar á þessu, æfing sem átt að fara létt með? Líkaminn bara, þú veist, það er bara hausinn, allt í einu hættir bara trúið og getur hlutinn og ferðilega bara brjótaði niður á meðan og ert að gera æfinguna. Ég man, það sem ég var að hugsa á meðan ég var að gera þessa handstand push-up var bara af hverju ættir þú að vinna fyrstu heimsleikana sem þú ferð á? Það var alltaf stór draumur, þú veist. Þetta skiptir ekki máli lengur, þú ert búin að tapa þessu, þú veist. Þetta er það sem ég er að hugsa í miðju voddi, þetta er bara eitthvað sem ég þurft að vinna mjög mikið í þetta árið núna, sem ég hef verið að gera. Hvernig hefur unnið í þessu? Hvernig vinnur í andlega þættinum? Hefur leitað sálfræði aðstoðar? Já, ég er búin að vera núna hjá íþróttasálfræðing og búin að vera að gera alls konar æfingar sem er mjög erfitt. Það er ekkert mál að æfa en æfa andlega hliðina er miklu erfiðara. Hversu stór hluti er andlega hlið? Ég myndi segja andlega hliðin stjórnar eiginlega líkamlega hliðanum þannig að hún er svona 80%. Þannig er náttúrulega topp íþróttamenn, allir í topp líkamlegu formi, þannig að kannski skilur á milli hver er sterkastur í hausnum. Nákvæmlega, það er bara þannig. Það verður ekki vandamál núna í ár. Hvernig er fyrir þessi stórmót, núna bara 1-2 dögum fyrir heimsleika, hvernig er þetta að undirbúa sig, hvernig er þetta að loka metrónum, er mikið spenna væntanlega? Það er mjög mikil spenna. Ég fann það núna í ári, ég var eiginlega bara svona dauð. 2 dögum fyrir bara, mér langaði ekki að tala við neitt, ég misti matarlyst, ég var ógeðslega stressuð. Ég held að hafi líka bara verið, ég sem sagt, eftir 2015 viðurkenndi ég ekki hversu mikil áhrif það hafði á andlegu hliðina mína. Og svo fann ég bara 2016 hvað það hafði ennþá mikil áhrif á mig að hafa klúðrað þessu og fór bara að hugsa um það þegar ég var að fara að keppa. Í staðinn fyrir að einbeita mér að bara því sem ég var að gera núna, þá fór ég að hugsa tilbaka. Og ég man bara, 2 dögum fyrir, þetta var erfiðustu dagar í lífi mínu líka því tíminn var bara stopp og endalaust bið bara. Hvernig er kannski fyrir síðasta daginn þú ert upp á hóteli eða eitthvað að ná að útiloka og hvað gerur þú? Það sem ég gerði núna í ár var að ég fór alltaf í nudd eftir hvern einasta dag og var að reyna að slaka á í nuddinu og reyna ekki að hugsa um þetta en ég er svona með öðruvísi tækni núna hvað ég ætla að gera eftir hvern dag. Í fyrra var ég eiginlega bara að skoða lítiborðið, fór að hugsa um öll mistökin sem ég var að gera fyrir daginn. Ég gerði þetta svo rangt núna í ár. Ég er búin að læra mjög mikið af því þannig að núna í ár mun ég eiginlega fókusera bara á hvert einasta vod í staðan fyrir að hugsa um eitt vod í einu í staðan fyrir að hugsa um alla keppnina. Taka mér 5 mínútur eftir hvert vod til að hugsa um það. Ef ég klikkaði þá fæ ég þessar 5 mínútur til að rakka mig niður og svo bara keep on moving. Samfélagsmiðlanir, þú lentir aðeins í því daginn, einhver var að þykjast vera þú á Facebook. Já. Hvernig brástu við því? Þetta var mjög skrítið. Það var ein stelpa búin að sýna mér þessa síðu, einhvern tímann bara á æfingu og ég held að þetta er bara einhver aðdáandi, þetta er bara svolítið krúttlegt. Og svo fæ ég bara message á Facebook að einhver hafi reynt að kaupa þetta prógram en prógram hafi ekki virkað.
Þannig að ég alveg, keypt prógram sem ég hef átt að gera alveg, ég er ekki að selja neitt prógram sko. Þá fer ég að skoða þetta og þá er ég bara að skoða þessi síðu, þá er þessi manneskja búin að pósta að ég sé live. Ég veit ekki alveg hvernig hún fer að því, alveg Sara Sigmunds is live now og þá er ég bara kannski að æfa eða eitthvað og ég veit ekki hvort það hafi virkað hjá henni eða ekki. Við erum með eitthvað upptöku bara. Ég veit ekki alveg hvernig þetta var. Já. Og svo byrjar hún að selja eitthvað prógram undir mínu nafni og alveg, það er afsláttur núna, takk allir fyrir að kaupa þetta prógram og þá náttúrulega, mér langar ekki að það sé verið að nota nafnið mitt á svindla af einhverjum, sko. Og hvernig, er þetta ekki svolítið sjokkrandi, þú veist að... Jú, þetta er eiginlega bara svona, ok, nú svona átti sig á því alveg, ok, maður er kannski smá frægur. Já.